sko, ég veit ekki hvar ég stend í umhverfismál. Ég veit það ekki, því að hérna, ég bara, hvar sem hún kemur, ég að flytja inn vín, pallettu og pallettu, kannski stundum 2 mánuði, og við sjáum bara að fraktin að hækka. Og hún að hækka svona 20-25%. Ef flugmiðar ekki að hækka, þá veistu að flugfélagið að borga með þeim einhvern veginn og þú sér það bara á bara hvar flugfélög standa í dag, sérstaklega íslensku, þú veist, ef þau eru ekki hrunin þá hérna eru þau svona allavega með smá skjálta í löpunum. Þú sér það að Play átt að borga þannig 1,2 milljarði í kolefnisskatta og maður fyrir að hugsa bara svona, þetta sanngjarnt að við fyrir að borga svona hár vermiði að búa á eyju? Bara í hvað fer þetta líka? Já, og erum við vandamálið? Já, bara ef því Íslendingar myndu búa á meginlandinu þá myndi þetta hlagast, skilur. Þú veist, er það skilaboðin hérna? Þarf þessi íslenski skattur að vera svona ógeðslega hár? Og svo ferðin á veitingastaði og þú sérð veitingastaði rúlla og fara á hausinn og þú sér veitingastaði einhvern veginn fljóta og ná að meika það og það virðist, eins og ég segi, vera bara eitt viðskiptaplan sem farið að ganga upp í Íslandi, það að flytja inn það allra ódýrasta og selja það eins dýrt og þú mögulega getur og þetta bara stór hættulegt og þegar Andri Snær birtir myndir af okkur forljótum húsum fyrir framan Skaftafell, þá sér maður bara, já, þetta eru einingahús sem eru fengin ódýrt og það sama hvar þú ber niður, hvort sem er í fatnaði, í mat, húsabyggingum, hverju sem er, það er bara, við erum að skattleggja okkur í fátækt hérna, einhvern.